Þið eru svona sætt. Gott að sjá ykkur. Halleluja, amen. Við skulum standa upp, við ætlum að lofa Guð saman. Ég mæli bara með því. Það er alltaf verið að segja, ja, stöndum aftur upp, ja, stöndum upp, standið bara. Hættið þessu rugli, skiljið. Man á ekkert að sitja á samkominu og bara alveg þegar gæni byrjar að tala. Og við vitum alveg hvað hann segir síðan í lokin. Já, við getum að standa upp, skiljið. Þannig að maður á bara að standa allan tíman. Það er það sem maður á að taka frá þessu. Við ætlum að lofa Guð saman og við ætlum að gera það með látum. Byrju, heyrðu, stoppaðu. Það er eitthvað í gangi hérna, það er ekki tengt hérna. Það er alveg svoleiðis. En núna er maður með kjarkinn til að stoppa eitthvað áður en að fer alveg úrskeiðis, sko. Áður fyrir þá hefur maður bara hort á það, Guð minn góður. Ok, pröfum þetta núna. Nei, þetta virkar ekki. Pröfa núna. Þetta pröf. Svona. Þetta fara að slökka alveg á sig. Þið bíðið bara hana, hugsið bara Guð og svona. Standið samt. Já. Pröfa þetta núna. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name like a thief in the night. His thinking took my life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more scene of it. Saved by grace, this dead man, he did no longer, all because of that great robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eye. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he's thinking, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more scene of it, saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that great robber. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm in it, man, living, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sin of it, saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that grave. Jesus is the rock, and he rolls my grave away. All because of that great robber. Gotta get up with it now, hallelujah. Hver sagði að það væri leiðilegt að lofa Guð? Hver laug því að mér í öll þessi ár? Þau eru svo kjánaleg og þau eru eitthvað svo skrítin, sagði hann, hokinn af ótta. Þorði ekki að fara neitt.
Þetta fólk skrítið. Af hverju það svona? Út af því að það frjálst. Skilurðu? Þetta svona, maður hræddur við það sem maður þekkir ekki og svo þegar maður komin hérna megin, þá maður bara, hvernig get ég hjálpað fleirum að komast hingað yfir? Og besta leiðin til að hjálpa öðrum, það að vinna í sjálfum sér og tengjast Guði. Þá kemur restin. Þá alltaf verið að spyrja, af hverju líður þér svona vel? Ég með Guði. Það bara þannig. Herru, við ætlum að fara í næsta lag. Það einhvern veginn svona, það læti líka. Endilega klappa með hérna þessu. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than an unbelief. I raise a hallelujah. Syngið með hvernig texta. My weapon is a melody.
Sjá ykkur öll standandi, yndislega. Ekki gott að vera til? Og fyrir ykkur sem eru kannski ekki að upplifa að það sé gott að vera til, þá mæli ég með að koma oftar hingað og mæli ég með að tala við okkur. Ég mæli með að tala við Guð og ef þú kannt ekki að tala við Guð, komdu þá að tala við mig, tala við einhvern veginn fremst eða eitthvað svona. Við getum sagt þér hvernig á að gera það, það er mjög auðvelt. Endilega að tala við Guð núna. Þakka honum fyrir bara yndislegu gjafina að vera á lífi og til og komin í gegnum alla drulluna og að vera standandi hérna með yndislegu fólki. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want.
will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender.
Sér hver sá jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig því lofað vil syngja með. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Syngjum þetta aftur einu sinni enn. Heyrið hvað er gaman að syngja saman. Heiðri þig, veröldin öll eigi sig. Sér hver sá jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig því lofað vil. Og í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus. Dýrðar dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri Dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér.
Halleluja. Skulum vera á fótum að það. Við ætlum að biðja fyrir bænarefnum sem okkur hafa borist inn. Og hérna, yndisleg lofgjörð. Gott að dvelja í lofgjörðinni. Halleluja. Okkur berast alltaf inn í eitthvað bænarefni. Svo erum við öllum með eitthvað bænarefni okkur eigin hjarta. Sem gott að bara nota svona stundir svo í kvöld. Heilagur andi að starfa í salnum. Snerta við hjörtum fólks. Gott að loka augunum. Ég veit að fólk inni sem í mikilli baráttu. Guð minn mæta þér í kvöld, snerta við líðin í kvöld, snerta við hjartanu, gefa þér hana frið sem þú þarft á að halda. Friður sem æðri öllum skilningi manna. Halleluja. Faðir, við bara lofum og þökkum fyrir náðina, fyrir miskunna þína, Drottinn. Þökkum fyrir kærleika þinn og elsku, Drottinn. Til okkar, Drottinn minn. Við biðjum Faðir þetta kvöld í kvöld megi bara breyta líf okkar, Drottinn. Við með fá sjá umbreytingu í líf okkar, Drottinn minn. Við þökkum fyrir alla þá sem að koma hér í fyrsta skipti, Drottinn. Ég biðjum að umvefja þá, Drottinn. Ég biðjum að snerta við hjarta þeirra, Drottinn. Takk fyrir orðið sem fer hér út á eftir, Drottinn, megi bara breyta okkur, Drottinn. Umskerðu hjarta okkur, umskerðu eyru okkar, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Við biðjum fyrir þessum bænarefnum sem hafa komist inn. Góðir vinur okkar sem féllu frá, Drottinn, sem á jarðamorgun. Biðjum fyrir fjölskyldinu og öllu sem í kring, Drottinn. Allir þessi hræðilegu hluti sem búin að vera í gangi, Drottinn. En við viljum líka, Drottinn, aldrei gleyma. Það stendur bæn, beðni og svo stendur þakkagjörð. Og við viljum þakka, Drottinn, fyrir öll þau líf sem hér inni, Drottinn, sem þú hefur snert og breytt, Drottinn. Þú hefur breytt svo miklu myrkri í ljós, dauða í lífi einstaklingar sem hér inni í dag, Drottinn. Takk fyrir nýja lífi, takk fyrir vonina, takk fyrir að finna að maður tilheyrir. Maður ekki einn, maður ekki yfirgefinn, maður ekki í myrkrinu. Við getum alltaf leitað til þín með alla okkar hluti í okkar lífi. Við lyftum undir þín og þú heyrir bænum okkar og þú svarar bænum okkar. Og við bara lofum þig, Drottinn, fyrir öll þessi fallegu, yndislegu, stóru kraftverk sem hér inn í dag, Drottinn minn, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Björn Ingi ætlar að tala til okkur eftir. Mér langar að taka samskott og hérna við myndum láta fötuna ganga. Það líka pósi aftan. Og við elskar glaðan gjafar, gott að gefa í Guðsríkið. Gott að við getum í þessu starfi eins og alltaf verið. Allt það fér sem kemur hér inn gefið áfram til annara. Hjálpa fólki sem í erfiðleikum og við reynum að gera það eins og best og við getum og höfum efni á að gera. Og hér á eftir þetta líka áður en hérna Björn Ingi kemur upp og strákarnir að spila eitt lag viðbútt en að þetta koma hér yndislegu vinur frá Færeyjum sem ætlar að tala til okkar og Gísli minn ertu þarna og þeir eru þarna. Mér langar aðeins að tala Færeyjar af því að við í United og nokkur hérna, við fórum til Færeyja og hérna fórum þar á milli kirkna og spiluðum út allt og í Reynsseríinu og mörgum stöðum og það var ein yndislegasta ferð sem að ég hef farið í. Ég nú búinn að fara í margar, til Litáen og margar landa hef ég farið í trúboðsferð. Þetta var svo yndislegt og við eigum svo margt sameiginlegt með Færeyingum. En við getum lært einn hlut, ekki jarðgöng. Við getum lært það, ég get lofað ykkur því. Þeir eru snillingar í því. Að hérna, þegar að þeir lentu í erfiðleikum sem við lentum í 2008. Við lentum í 2008 í miklum fjárhagslegum erfiðleikum. Og vitið það að stærstu vakningar heims þarf að koma í kjölfar á stríði eða fjárhagslegum hörmungum. Og Færeyingar voru þannig, þeir stóðu þannig, þeir urðu bara gjaldþrota og mistu allt sem þeir voru með. Og þá eru tvær leiðir, það er að reyna að gera þetta eins og við, þetta reddast, við gerum þetta bara sjálfum, við getum þetta, eða snúa til Guðs. Og það gerðu þeir. Og þetta er sko umtalað allan heim að endurreisn í fjármálum einna þjóðar hefur aldrei gerst áður eins og gerðist hjá þeim. Þau treystu Guði fyrir lífi sínu en reyndu ekki að gera þetta sjálf. Og það er þvílík fjárhagsleg blessun yfir þessu landi og þetta er mikið ríkidæmi Færeyjar. Þannig við skulum bjóða yndislega vin okkar velkomin, gjörðu þessu vel. Takk. Já, komið þið sæl, Gísli heit ég og ég er fenginn hérna bara til þess að kynna vin okkar frá Færeyjum, Jenis Rana. Hann hefur verið mikill trúmaður og þekktur fyrir það og búinn að vera læknir starfandi í yfir 40 ár og lögþingsmaður í yfir 30 ár og þar á meðal utanríkisráðherra í landsstjórninni fyrir nokkrum árum. Nú, hann er 3 barna faðir og giftur og 7 barnabörn. Hann er kominn hérna eins og hann gerir stundum þegar hann kemur til Íslands á samkomu og nú ætlar hann að vitna
sitt trúarlíf og gerir það á dönsku og ég ætla að reyna að þýða það yfir á íslensku. Gjör så vel. Velkommen. Tak, og tak for muligheden for at være her i aften. Takk fyrir möguleikann að vera hér í kvöld. Og jeg kun her i aften, fordi jeg så glad for Jesus. Ég komin hérna því ég så ánægður með Jesú. Jeg elsker Jesus frem alt. Elska Jesú umfram allt. Ja, halleluja. Nå ja, nu skal jeg snakke på dansk. Ja, nu skal jeg ikke blande alle språkene. Jeg har alltid kendt Jesus. Ég hef alltaf þekkt Jesú. Mine forældre sagde, at jeg var kun nogle få 7 dage gammel, da jeg var første gang til et møte, kristent møte. Já, hann var 7 daga gamall þegar hann fór fyrst á kristilega samkomu. Og jeg har været på møter siden. Jeg elsker det. Hann elskar að vera á samkomum. Så da jeg skulle til Island til politiske møter, det er så noget helt andet. Så ringte jeg til en ven, som jeg har, som kaldes Siri Didriksen. Já, hann komin inn fyrir milligöngu færiskra vinkonu sem heitir Siri Didriksen og hún stakk upp á því hann kæmi hérna en hann hérna að funda með vestnorræna ráðinu. Så sa hun til mig, at jeg spurgte, kan du sige, om der er nogle møter, som jeg kan gå til, i stedet for at sitte og spise sammen med de andre politikere om aftenen. Jeg vil være sammen med mine kristne søskende. Og før jeg visste det, så hadde hun arrangeret at jeg skulle ha et vidnesbyrd her i aften. Já, hann hafði spurt Siri hvort hann geti ekki komist á kristilegar samkomur í staðinn fyrir að vera bara á pólitískum fundum og þá var hann bara fenginn hérna til þess að vitna. Ja. Jeg elsker Jesus, fordi han har elsket mig så mye, og han har elsket min familie så fantastisk. Ég elska Jesú af því hann hefur elskað mig svo mikið og hann hefur gert svo mikið fyrir mig og fjölskyldu mína. Ja, jeg er gift og har 3 sønner og 3, ja, og de er gift også, så jeg har 3, hvad kalder det på dansk? Ja, svigerdøtre og 7 barnebarn. Já, hann sérst giftur á 3 syni og 3 tengdadætur og 7 barnabörn. Jeg har oplevet at min kone og min midterste søn og hans søn, altså yngste søn, min sønnes søn, de har været på randen av at dø fra mig. Já, hann hefur upplifað það meðal annars að konan hans hefur verið á barmi dauðans og líka sonur hans og sonarsonur. Ja. Og Guð hefur bjargað þeim. Amen. I sidste øjeblik. Fantastiske mirakler. Og jeg har været så privilegeret, at jeg har kunnet være inde i parlamentet i Israel, Knesset, og fortælle dem om de her mirakler. Já, hann hefur meira segja sagt frá þessum kraftaverkum í þinginu í Ísrael, Knesset, og þakkláttur fyrir þau. Jeg har skrevet 3 bøker, som den sidste, den kom ut i november. Jeg ville ønske den var på islandsk, men den er på færøsk. Og de handler om mirakler som jeg har oplevet, næsten kun mirakler som jeg har oplevet sammen med Jesus, men også andre store mirakler som jeg har læst om, andre gudsmenn har oplevet rundt om i verden. Já, hann hefur semst upplifað mikið af kraftaverkum og skrifað 3 bækur það, þar á meðal þessa sem kom út í november, og hann hefur upplifað þessi kraftaverk nánast öll sjálfur. Og det som jeg ønsker, det er at fortælle dig, uansett hvem du er, og hvordan du opfatter dig selv, at du er et stort potentielt redskap i Jesu hænder. Já, hver sem þú ert, þá getur þú verið verkfæri Guðs, hvernig sem þínar aðstæður eru. Jesus hang på korset, det var ikke fordi han havde gjort noget, men han vant sejr over det, som ellers ville ødelægge os. Hvis Jesus ikke blev hængende på korset, de forsøgte at få ham ned på korset, fra korset, så ville vi ikke have nogen mulighed som mennesker. Já, ef að Jesú hefði ekki dáið á krossinu fyrir okkur, þá hefði hann ekki frelsað okkur frá þeim illu öflum sem að reyna að eyðileggja okkur. Men hvis vi ikke
bringer det budskapet videre til mennesker. Og jeg tenker ikke på at bringe det budskapet videre søndag aften, eller mandag aften, eller torsdag aften, men ved eneste mulighet vi har i det daglige, så Jesu seier for mennesket, den har ingen verdi. Den har kun verdi hvis du og jeg forteller om det til mennesker. Já, Jésu hefur náttúrulega bara gildi ef að við stöndum okkur í að breiða út boðskap hans áfram og það innskorast ekki bara við sunnudagskvöld eða mánudagskvöld eða fimmtudagskvöld, heldur allar stundir. Og her tenker jeg på i det daglige, i vårt arbeid, i vår skole, uansett hvor vi Fordi mine erfaringer at Jesus taler til oss langt mer enn vi kan forestille oss. Já, við verðum alltaf að muna þetta í skólanum eða vinnunni eða hvar sem í hvaða aðstæðum sem að breiða út boðskap Jésu vegna þess að Jésu, Guð, tala miklu meira til okkar enn við áttum okkur á. Han har et budskap til alle de mennesker som vi sammen med. Hver eneste dag, hver eneste minutt. Det viktigste av alt det at våre antenner rettede imot Jesus, så vi kan høre hva han sier. Jésu hefur boðskap til alls folks alltaf og við verðum bara að setja loftnetin vel fram til þess að nema þennan boðskap og koma honum áfram. La meg fortelle hvis jeg får tid til å få lov til å fortelle 3 av de opplevelser jeg har opplevd, så vil jeg starte med en opplevelse som jeg hadde i min lekekonsultasjon. Já, ég ætla að byrja á því að segja ykkur eina af 3 sögum kraftaverk sem ég upplifaði sem læknir. Kjenner noen av dere Chris Christofferson, den amerikanske gospelmusiker, amerikansk gospelmusiker. Det noen som kjenner ham. Ja. Chris Christofferson var på Færøyene for det var i 17, det vil si det 20 år siden. Da var han på Færøyene. Og jeg satt i min lekerkonsultasjon klokken 5 om eftermiddagen, og det hadde vært en travel dag. Já, Jenis var á læknastofu sinni síðdegis eftir erfiðan eða annarsaman dag og já. Ja, så plutselig ringer telefonen. Det en av mine venner, han sier, jeg har et problem. Vi har fått besøk av en amerikansk gospelsanger, og vi hadde konsert i går aftes. Vi skal ha konsert i aften, vi skal ha konsert i morgen aften også. Men han så syk at han ikke i stand til at ha konsert. Ja, Chris Christoffersen kom til Færøya 2017 og han var búinn að halda eina tónleika og þá var hringt í Jenis og sagt að það væri vandamál. Chris væri svo veikur að hann geti ekki tekið seinni 2 tónleikana. Han sa, kan du sende honom til hospitalet? Jeg sa, nei, jeg vil godt se på honom først. Já, þeir spurðu hvort hann geti sendt hann á spítalan en Jenis sagði, ég skal líta á hann fyrst. Ja. Så kom han i konsultasjonen, og jeg så straks da han kom inn, han var alvorlig syk, og jeg tenkte bare på at jeg må finne ut av hvilken diagnose jeg skal bruke til å legge ham inn på hospitalet. Já, hann sá að hann var alvarlega veikur þegar hann kom og þurfti að greina hvað væri að honum áður en hann yrði meðhundlaður. Så jeg ba ham legge seg på briksen, og så begynte jeg at føle på hans legeme, og jeg følte, og jeg var temmelig sikker på at det var et blødende mavesår. Og hann lagðist á bekkin og hann þreifaði hann og var nokkuð viss að þetta væri blæðandi magasár. Så sier jeg til ham at må jeg ha lov til at ta en blodprøve så jeg kan undersøke om det måske en infeksjon eller om du måske har stor blodmangel før jeg legger deg inn på hospitalet. Já, hann spurði hvort hann mætti taka blóðpröfu til þess að athuga hvort það væri blóðskortur eða sýking. Men så sier Jesus plutselig, du skal bede for ham. En þá segir Jésu, þú skalt biðja fyrir honum.
Hvordan snakker Jesus? Hørte jeg hans stemme? Nei, det var en tanke som kom. Allt som vi gör, allt det som vi foretar oss, det begynner med en tanke. Hvernig heyrði ég Jésu, tala hann upphátt eða nei, ég heyrði röddina í höfðinu og þetta byrjaði sem hugsun. Hvis vi har antennerne åpne for at Jesus kan snakke, så snakker han langt mer enn vi kan forestille oss. Og han snakker med alle. Han snakker ikke bare med predikanter eller legare, eller han snakker med alle dem som ønsker at høre hans røst. Og eins og hann sagði áðan, þá verður maður að hafa loftnetin úti til þess að heyra allt sem hann segir, sem miklu meir en við ímynda okkur. Hann talar ekki bara við predikar eða lækna, hann talar við alla. Amen, det bare at lytte. Og jeg tenkte, bete for en amerikaner, det litt farligt. Det vet en jurist som deg at man skal være forsiktig med amerikaner, fordi du får en regning efter at du har gjort en lille feil. De finner på at saksøker deg for ingenting. Já, hann var svolítið smeykur að biðja fyrir amerískum stórsöngvara því að þeir eru þekktir fyrir það kannanir að fara bara í mál við mann maður gerir mistök eins og læknir. Men Jesus sa, tanken kom til meg, du skal be for ham. En gang til. Så sier jeg, nå tar jeg en blodprøve, og så går jeg ut og analyserer blodprøven, men må jeg få lov til at bede for deg? Nei, hann tók blóðpröfuna og sagðist myndu láta greina hana, en má ég biðja fyrir þér, spurði Jenis Kristoffersson. Og han kikker på meg sjokkert, så sier han, oh yes, you are welcome. Og ruster på hodet, mens han ligger der, men han var riktigt dårlig. Ja, hann hristir yttir hausinn þegar hann svaraði jákvætt, en var illa haldinn en þá. Så tog jeg jeg hadde taget blodprøven, så bad jeg en kort bønn. Det var bare et lille prat med min Jesus, som jeg lever med ved eneste sekund av døgnet, og som jeg håper du også skal kunne leve sammen med på samme måte. Og jeg bad kort. Ég bað bara stutta bæn til Jesu míns sem ég lefi með hverja einustu sekundu og hverjum degi. Tackade han for at han kjente Chris, og han elskede ham, og han var i stand til at helbrede ham. Já, ég þakka hann fyrir að þekkja Chris og bað hann að gera Chris Kristoffersson heilan. Så gick jag ut på analysekontoret og analyserade den här blodprøve, og jeg var tämligen sikker på det blødende mavesår, han må innlegges på hospitalet. Og så gick jag in igen til patienten og min venn og Kristoffersens kone som var sammen med honom. Já, eftir að hafa greint eða kannað hver greiningin væri, hvort þetta væri blæðandi maðasár, þá lappaði ég aftur inn þarna á stofuna þar sem að Chris var með konu sinni. Og da jeg kom inn på stolen, da var scenen totalt endret. Og þegar ég kom aftur, þá var andrúmsloftið gjörbreytt. Ja, allt var endret. Ja. Allt var ólíkt. Chris Kristoffersen, det var endret, annerledes. Ja, ja. Gjörbreytt. Chris Kristoffersen gick upp på gulvet, runt om sig själv, och sa, what happened? Allt endret, allt väck. Vad gjorde du? Já, hann stóð og gekk bara í ringi og sagði við sjálf og sig, hvað gerðist? Það allt breytt, allt gjörbreytt. Hans kone gick på gulvet och törrade tårarna. Kona hans gekk upp og þurrkaði tárin. Og min vän stod skeptisk och så till. Men Chris Kristoffersen var totalt helbritt. Chris var alveg helbriður. Amen. Hraustur. Yes. Amen. Han hade, ska jag stå där? Ja, jag kan inte se nog det därför. Jag ska vända mig till det, ja. Men okej, Chris Kristoffersen var totalt helbritt. Han hade sina 2 konserter som var tillbaka. Dem hade han. Och jag tror det var 2 månader efter så fick jag en hilsen från Amerika. En fantastisk flott hilsen.
Jag hade med i den här bok sammen med vittnesbyrdet, Ja. hvor han takkade for det her mirakel som var skritt. Já, hann var alveg helbriður orðinn og kláraði hina konsertana og sendi honum 2 mánuðum setna kveðju sem með í bókinni eftir og þakka honum fyrir gjörningin. Grunden til at jeg fortæller det at jeg ville ønske at jeg kunne få dig, og grunden til at jeg skriver boken også, at jeg kan få mennesker til at stå til rådighed for Jesus. Já, ástæðan fyrir ég segi þessa sögu að ég vil að þú áttir þig á þessu og komið til Jesu og áttir þig á kraftaverkunum. Jeg skal ta et eksempel til. Jeg kunne tale om mirakler som jeg har oplevet i timevis, og det elsker jeg, fordi jeg ønsker at du skal få lyst til å gjøre det samme hvis du ikke gjør det. Já, ég vil taka annað dæmi að ég vil endilega að þú áttir þig á því að já, og viljir koma til Jesu fyrir kraftverkin. Det 3 uker siden så satt jeg i min hjemby. Jeg hadde et vikariat som lekare i en vecka. Já, ég var að leysa af sem læknir í 1 viku í heimabæ mínum. Så sitter en kvinne foran mig og fortæller om hvor syk hun er. Svo kona fyrir frá mig að segja mér hvað hún mikið veik. Og hun var så syk og hun hadde forsøkt allting. Og så plutselig så tanken der, ja, men du skal be for henne, du skal be for henne. Já, hún var búin að reyna allt en svo allt í hennu laustir í hugsun í hugan að hún ætti að biðja fyrir þessu. Men som det ofte sker, det første jeg tenker, det nej, det bare mig selv som tenker det. Så jeg skubbede tanken vekk. En ég ítti þeirri hugsun frá vegna þess að það ekki alltaf sem að sú hugsun gengur upp. Men så kom tanken igen, ja, men du skal bedje for henne. Og svo kom hugsunin aftur, þú verður að biðja fyrir henni. Og så begynte jeg at tenke, ja, men hun fra Island. Hun var islandsk. Men Ja, var gift på Færøen. Svo átti hann sig á því að hún væri frá Íslandi og gift færingi. Og vi har noen fordom på Færøene. Vi tror at islendingen, de meget imot det åndelige. Við erum með þá fordóma í Færeyjum að Íslendingar séu mjög á móti því andlega. Men mens jeg tenkte det, så sier hun, jeg har forsøkt så mange ting. Jeg faktisk villig til å prøve hva det skal være. Já, ég hef prófað svo margt að ég til í að prófa hvað sem til þess að læknast. Så tenkte jeg, Jesus, ja, der fikk du meg. Hun har sagt hun villig til allting. Så nå har jeg ingen undskyldning. Så sa jeg til henne, Já, Jesu, sem sagt, hann sagði við Jesu að fyrst hún hérna til í allt þá sé reynandi að biðja. Hun sa hun var villig til hva det skulle være. Hvað sem var til í. Så tenkte jeg, det ingen risiko å spørre henne om jeg skal be for henne. Så jeg sa, må jeg få lov til å be for deg? Og hun svarte, det ville være deilt. Já, hún var mjög ánægð með það að fá þetta boðum að fá fyrirbæn vegna þess að hún var búin að reyna allt annað og það var engin áhætt að bjóða henni það. Og la mig si, jeg vil ønske at mitt vittnesbyrd, eller mine vittnesbyrd, kunne få deg, uansett hvem du Du sier, ja, men jeg ikke lekare, og jeg har ikke mulighet for at komme i kontakt med mennesker på samme måte som du. Men du har mennesker som du omgås til daglig. Já, þú hefur fólk sem þú umgengst daglega þannig að þú getur náð til fólks þó þú sért ekki læknir og sért ekki predikari eins og hann. Du har din egen vingård, som vi kan kalle det, din egen omgangskrets, som ingen andre har. Það allir með sína búblu og allir hérna eiga sér búblu sem engin annar hefur nákvæmlega eins. Og du har forutsetningen at du kjenner ham som vet alt om de mennesker som du omgås, og som ønsker å snakke med deg. Og Guð þekkir allt þig og þína og vill tala við þig.
så vær åpen for at Jesus kan snakke med deg. Når du plutselig får en tanke som du tenker, nei, det er en dum tanke, eller det er en skur tanke, det er en forkert tanke. Ef þér finnst þetta vera skrítin eða undarleg hugsun að blanda Guði í málin, að ýta því frá vegna þess að Guð vill tengjast inn í málið. Så tenk lige om, undersøk lige, kan det være, spørg deg selv, kan det være Jesus som ønsker at bruke meg til at hjelpe den person, til at helbrede den person, eller hva det skal være. Getur verið að Jesú vilji nota mig sem verkfæri til þess að gera hennan mann heilbriðan eða hjálpa þessari mannesku? Han prædiker med over som en amerikansk predikant som kalles Randy Clark. Randy Clark amerísku predikari. Han sa en gang, og jeg glemmer det aldrig, og det har printet sig fast i min hjerne. Han sa, Jesus snakker langt mer enn vi kan forestille oss. Vårt problem bare at vi lytter ikke. Já, Randy Clark predikarinn, hann segir það sem hefur prentast inn í huga mér og ég gleymi aldrei, að Jesú talar mun meira við okkur en við áttum okkur á. Det er mine erfaringer. Jeg vil si, gå ut i hverdagen, i aften eller i morgen, hvis du ikke har gjort det, og vær åpen for at Jesus snakker til deg om de mennesker du møter. Vertu opin fyrir því í kvöld og á morgun í fyrramálið að Jesú vill tala við þig og annað fólk og í gegnum þig. Og han har all makt til at entre mennesker uten, uansett hva det er som de går og bærer på, om det er sorg eller det er sykdom eller hva det er. Hann almáttugur til þess að lækna bæði sorg og sjúkdóm og hvað sem er. Og han elsker dem. Og han ser potentialet i deg og meg uansett hvem vi er. Og hann elskar þig og sér möguleikana bæði þér og mér alveg sama hver við erum. Og du kommer aldrig til at angre at du overvant deg selv og spurte om du kunne be for et menneske. Aldrig. Jeg har bedt for så mange tusen mennesker. Jeg har aldrig opplevd at noen har sagt, nei, jeg vil ikke be for. Tvert imot. Já, þú munt aldrei yðrast þess að reyna að spyrja fólk, má ég biðja fyrir þér, af því að ég hef beðið fyrir svo mörgum að það er enginn sem að segja nei við því. Aldrig. Og jeg vil si at det som jeg mest beter for mennesker, vet du hvor det er? Vitið hvar ég mest beðið fyrir fólki? Det er når jeg skal ut i dagligvarebutikker og kjøpe. Så ser jeg et menneske, og så plutselig så sier Jesus, be for den person. Það er helst í matvörubúðinni að ég sé fólk og þá kemur svo hugsun í huga mér að ég að biðja fyrir þessari mannesku. Det lyder måske mærkeligt for nogen af jer. Jeg håber at nogen af jer gør det. Ja, þetta er kannski undarlegt fyrir sumum ykkar en ég vona að einhverjir geri þetta. Men hvis du tør gøre det, så vil der åbne sig en fantastisk verden for dig. Og ef þú ert opinn fyrir þessu og gerir þetta, þá opnast frábær heimur fyrir þér. Og det aller sidste jeg vil sige, Síðasta sem ég vil segja, det er ikke du som skal gøre noget. þú átt ekki að gera neitt. Du er et redskap i Guds hånd. Þú ert bara verkfæri í höndum Guðs. Han ser en som har brug for at bli bedt for, og så prøver han at finne en som vil be for vedkommende. Hann sér Og det einhvern kan sem vera þarfnast hjálpar Guðs og sér svo einhvern nálægt sem að hann getur notað sem verkfæri. Það getur Han verið er þú. fantastisk, Jesus. Hann er frábær, Amen. Jesú. Jeg kan anbefale ham til alle, jeg kan anbefale ham til deg som ikke kjenner ham. Ég mæli með Jesú fyrir þig sem að ekki þekkir hann. Og jeg vil anbefale ham til deg som kjenner ham, og som måske ikke lever et overgivet liv til ham. Det er så fantastisk å leve sammen med ham. Og ég mæli líka með hann fyrir þig sem þekkir hann en lifir ekki nógu mikið með Guði. Er det noen færing her, eller noen som kan lese færusk?
einhverju færiðingar hérna eða færisku mælandi? Ingen. Ja, fint. Jeg har 2 bøker som dere kan få hvis det den som har lyst til å få dem. Og jeg vil også meget gerne si at hvis du vil at jeg skal bedre for deg i aften, Já, ég með 2 bækur ef einhver hefur áhuga og getur til þess að lesa færisku og svo vil ég gjarnan biðja fyrir þeim sem að gefa sig fram. så vil jeg meget gerne bede for deg. Gjarnan. Jeg har god tid, jeg skal først til politisk møte i morgen kl. 9. Hann er alla nóttina til þess að biðja. Takk fyrir. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was still, and you'll never do. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
shout, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, and don't you get shout me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shout me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Halló, heyrðir í mér? Gaman að vera með ykkur í kvöld. Ég trúi því að það sem ég hef fram að færa muni breyta þínu lífi. Ég bað til Guðs, ef eitthvað þá mætti Jesús vera stærri og meiri í þínu lífi. Og ég trúi því líka ef þú þekkir ekki Jesú, hefur aldrei gert hann í þínum persónulega frelsara, þá tími í kvöld til að bregðast við því kalli. Ég ætla ekki að vera langorður, ég ætla að vera stuttorður, aðeins að stytta orð mitt. Dreigist aðeins á langinn, samveran, en smá orð sem það var maður sem var að vinna í stórri verksmiðju út í heimi, mjög stórri verksmiðju, það var mikið öryggiseftirlit þarna. Og einn daginn þá gengur einn verkamaðurinn út og hann með hjólburur undan sér. Það er lítill kassi í hjólburunum. Og öryggisverðurinn stoppar hann með hlið og segir, byrju, hvað ertu með? Ég er bara með lítinn kassa, segir hann. Og hvað er í þessum kassa? Það er sag, hvað ætlar að gera við sag? Ég er svona að föndra heima hjá mér og nota sæi, setja í það lím og bý til svona litla fugla og tálka út og nota þetta bara með. Já, ok, farðu. Svo næsta dag gerir sami hlutur, hann mætir með hjólburur og lítinn kassa og annan daginn og þriðja daginn, fjórða daginn og fimmta daginn. Þá stoppar öryggisvörðurinn og segir, heyrðu, mig grunar að þú sért að stela einhverju. Það er eitthvað í gangi hérna, ég finn það bara á mér. Opnaði kassan aftur. Þannig að kallinn opnaði kassan í hjólburunum og það viti menn það er bara sag. Og þá segir öryggisvörðurinn, ok, eins og ég segi, þá finn ég það á mér að það er eitthvað í gangi hérna. Hverju ert að stela? Ég get lofað þér því að ég segi engum frá því ef að þú segir mér það. Og þá segir maður við öryggisstjórinn, hallar sér að honum og segir, heyrðu, ég er að stela hjólburum. Og þannig er oft með okkur að við horfum oft á litla hlut en ekki stóran hlut.
Við sjáum ekki hlutina í víðu samhengi. Við erum svo oft upptekin af þessu litla þegar Guð vill að við sjáum stóra samhengið. Og ég fór að skoða það í Biblíuna betur og það eru 322 spádómar í Gamla testamentinu sem tala beint Jesú. Hvar hann muni fæðast, hvernig hann muni deyja, hann muni rísa upp, hvers konar manneskjan að meiri segja að tala 30 silfurpenninga sem að Júdas fekk fyrir að framselja hann til fariseana. Og þegar við skoðum Biblíuna þá skiptist hún upp í 2 hluta, það Gamla testamentið og það Nýja testamentið. Og Gamla testamentið skrifuð á einhverjum rúmum 2000 árum og síðustu 500 árin áður en Jesús kemur þá engin spámaður til í landinu. Þannig að þetta kallaði hljóði tíminn. Og þegar við skoðum Gamla testamentið þá eru þessi spádómar bara beint Jesú, plús náttúrulega tölur sem að þýða ákveðna hluti, dæmisögur og sögur og sagan öll sem vitnar Jesú. Einhver reiknaði út að það er 84 með 100 nullum möguleiki að eitthvað slíkt geti ræst í einu manni. Í einum spádómnum segir að þessi maður muni koma frá himni og hann mun vera, það er engin endir og ekkert uppaf, hann er frá örófu alda, eitthvað sem við þekkjum ekki. Guð var búinn að ákveða það að senda son sinn til jarðar til að deyja fyrir alla menn. Konungur himinsins var að koma frá annarri vídd, frá öðrum heimi inn í heim manna. Og þessi Jesús sem kom á þessum tíma, á setnum tíma í mannkynssögunni fyrir 2000 árum síðan rúmum, hann gekk á meðal manna og var svo fallegt hérna þegar hann er færður í musturinu til samkvæmt kenningum og lögmálum Móse, þá átti að færa öll sveinbörn drottni á ákveðnum tímapunkti og það var gert við Jesú líka. Þá er maður þar sem heitir Símeon og Símeon var maður sem elskaði drottin og hann var búinn að fá það til sín í orðum frá Guði að hann myndi ekki sjá dauðan, að Guð myndi ekki láta hann fara fyrir en augu hans hefði litið hjálpræði Guðs. Og hann er staddur hérna í musturinu og þegar Jesús er komið með Jesú inn í mustur þá lifnar hann allur við, gamli maðurinn. Og hann þrífur barnið og hann segir, nú getur þú látið svein þinn fara í friði, son þinn fara í friði. Og sjá hér í hjálpræði Guðs. Þessi maður kom auga á hjálpræði Guðs, fekk að halda á hjálpræði Guðs, einhver sem hefur alltaf verið og mun alltaf vera, var áður frá Guði, kom niður og fæddist í gegnum konu hér á jörðinni, Maríu, og þarna heldur hann á honum. Og nú getur þú látið þjón þinn fara í friði. Og þegar við skoðum Biblíuna og förum svona aðeins að kíkja það sem Jesús sagði, Jesús talaði 2 heima. Ég er ekki að þessum heimi, sagði hann. Ég er komin til að færa þig fagnaðar erindið. Og Símeon segir, nú getur þú látið þjón þinn fara. Það var ekki spurning hann myndi deyja, hann var að fara á annan stað. Og það er þannig líka með okkur að við erum hér í þessu lífi, það er 100% dánartíðin í dag, eftir 100 ár þá er enginn hér í salnum sjálfsagt lifandi og við höfum öll eftir að mæta drottnu okkur og frelsar á himnum. Og Jesús gekk með sínu lærisveinum og hann sagði við þá, mér ber að fara á krossinn. Hann talaði mér sér berlega við það. Mér ber að fara á krossinn og ég mun rísa upp. Og í 3 ár var hann með lærisveinum sínum, þessum 12 og svo mörgum fleirum og gerði alls konar kraftaverk og undur og tákn. Þegar Jesús er leiddur á krossinn og píslátuðin verður að veruleika, einhvern tímann heyrði ég sögu að það var listaverkamálari. Og hann var búinn að lifa góða ævi, frægur, mjög frægur listamaður og hann hugsaði með sér, nú ætla ég að fara að heimsækja bæinn sem ég ólst upp í þegar ég var lítill strákur. Og hann fer þangað, gengur götur og kemur að lítilli antikbúð og sér þá mynd sem hann hafði teiknað þegar hann var svona að byrja sinn feril. Ramminn er brotinn, rispur í málverkinu, mjög skítug og hann hugsaði með sér, ég get bara kannski farið inn og sagt bara við búðamannin, ég á þessa mynd, ég teiknaði hana, þetta er mín mynd. Og svo, nei, ég verð að kaupa hana til þess að geta eignast hana.
Þannig að hann keypti myndina og þegar hann var búinn að kaupa myndina, þá fekk hann tækifæri til að laga brotin ramma, þá fekk hann tækifæri til að laga rispurnar, þrífa öll óhreinindi, allt það neikvæða og það þannig með Jesú að hann kom af himni ofan til að kaupa þig og kaupa mig. Til þess að geta læknað sárin í lífi okkar, hafa allir brostið hjarta af einhver leyti. Öll gengið í gegnum tímabil þar sem að eitthvað hefur orðið að í lífi okkar og sumir berið þess merki í langan tíma. Það einn sem getur læknað þetta eins og engin annar, sem getur læknað brotin ramma í lífi okkar, eða sárin, eða hreinsa burt óhreinindin. Það engin eins og hann sem getur gert þetta. Lærisveinarnir, þegar Jesú var krossfestur, það var svolítið merkilegt þegar hann á krossinum, og ég gleymi því ekki, ég hef nú sagt það hérna áður, þegar ég var í Neskirkju, var fermdur, þá einhvern tímann stóð ég fyrir framan trésstuttu af Jesú. Það var svona timburhilla sem var yfir ofni, og það var stytta af Jesú og hann hékk á krossinum og ég stóð fyrir framan hann þá 11 eða 12 ára gamall og ég sagði, Jesús, af hverju? Af hverju í óskupunum? Sagði ég í huga mínum, stekst ekki niður á krossinum og sýndur öllum þessum sem voru að hæða og spotta þig. Sýndir að þú gekkst ekki bara á vatni og læknaðir sjúk og reisti við dauða, heldur sýndir hvers konar sigurvegar að þú ert. Á þessum tíma skildi ég ekki, hann varð að fara á krossin. Hann varð að fara á krossin og á krossinum stóð fyrir ofan Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga, á 3 tungumálum, grísku, latínu og hebresku. Og hebresku þetta, hebresan lest aftur og bak, öðruvísi heldur við lesum, frá hægri til vinstri, ekki frá vinstri til hægri. Og fariseiarnir og þeir sem létu krossfesta Jesú voru alveg brjálaðir yfir þessu, fóru til Pílatusar og sögðu, þú verður að taka þetta niður. Verður að taka þetta niður. Og Pílatus var mjög pirraður á fariseiunum því hann vissi að Jesús var saklaus og þetta var ekki bara öfund, þeir óttuðust veldi sitt og sínar kringumstæður, þeir skildu heldur ekki boðskapinn og hann segi, nei, það sem ég hef skrifað, það mun standa. Og þegar menn hafa rýnt betur í þetta, Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga, þá fyrsti stafurinn í hebreskunni á öllum þessum nöfnum sem ég nefndi, þegar þú lest fyrsta stafinn, þá lestu Jave eða Guð. Þeir voru að krossfesta sjálfan höfðingja lífsins. Og Jesús sagði, Faðir fyrirgeðum, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og sjálfviljugur gefur Jesús upp andan. Fariseiarnir vildi ekki sjá þetta, Guð að deyja á krossi. Þeir vildi ekki sjá þetta. Og ákveðnu augnabliki, þegar var myrkur sem fór yfir all landið í 3 klukkustundir á miðjum degi, jarðskjálfti mikill, það var eitthvað mikið að ganga á, jörðin hristist öll og svo segir Jesús, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og eins og sannur konungur, þá leggur hann höfuðið á öxlina og síðan gefur hann sjálfur upp andan. Gaf andan sinn upp. Og þarna deyr hann á krossinum. Í 3 daga hann í gröfinni, borinn þangað. Gröfin innsigluð af Pílatusi. Hann lét sérstakann vörð vera gröfina og steinninn sem var fyrir gröfinu var innsiglaður og ef þú rífur þetta innsigli í óþökk keisarans eða í óþökk Pílatusar, þá liggur við dauðadómur. Það þorir enginn að snerta við þessum steini. En fariseiarnir sögðu, það orðrómur í gangi, hann muni rísa upp eða lærisveinarnir stela eða eitthvað svoleiðis. En við vitum hvað gerðist. Skyndilega var steinunum velt frá, innanfrá og þeir fóru burtu hermennirnir í svaka hræðslukasti þegar þeir sáu englana sem þarna voru. 2 sterkir englar sem var sagt frá, Gabriel og Mikael, voru mættir á staðinn og Jesús risinn. Þvílíkt fagnaður erindi og fagnaður boðskapur og María svo fyrsta sem kemur að gröfinni. Lærisveinarnir búin að læsa sig upp í efra herbygginu, upper room eins og þau segja, og eru hræddir, hvað næst? Það einn lærisveinn sem fylgir honum upp á krossinum og það Jóhannes. María, móðir hans og fleiri konur fylgdu honum líka.
Lærisveinarnir hefðu margir sagt við hann áður en hann fór á krossinn, við munum aldrei svíkja þig, við munum ekki yfirgefa þig. En þegar reynslustundin kom, þá voru þeir flestir á bak við lás og læstu sig frá. Það var aðeins einn sem fór með upp að krossinum, Jóhannes, og Jóhannes sá lærisveinn sem að Biblían talar sem að Jesús elskaði. Og það er dálítið mikilvægt að skilja það að Jesús, hann elskaði alla lærisveinana. En Jóhannes var með einhverja vitneskið og opinberun, hann var bara búinn að fá þetta einhvern veginn inn í sig. Ég elskaður af Jesú, ég elskaður af Guði. Og Guð vill að við áttum okkur á því að hann elskar okkur og stundum þurfum við að heyra það kannski mörgum sinnum, og svo annað að fá að upplifa það. Hörðu, ég elskaður. Og þegar þú veist að þú ert elskaður, ert barnið hans, þá þorir að ganga á móti straumnum, þá þorir að ganga upp á krossinum, þá þorir að gera hluti sem þú vilt ekki gera áður. Þá líður þið líka miklu, miklu betur. Við stólum ofta á okkar kærleika til Guðs sem að skipti máli. Hann klikkar, minn kærleikur til ástvina eða barna eða vina getur klikkað og þeirra ást til mín, en ást Guðs til mín klikkar aldrei. Það er alveg sama hvað gerist í mínu lífi, hvað ógöngur ég rata í, hans kærleikur til mín klikkar aldrei. Það er eitthvað sem stendur stöðugt að eilífu. Ég hugsa að lærisveinunum hafi brugðið þegar þeir heyra bank. María er búin að fara eldsnemma að gröfinni og ég menn það var ekkert svona viti því sem hún ætlaði að fara að gera. Hún ætlaði að fara að smyrja líkama Jesú, vitandi það að stórsteitt fyrir og hermenn sem að gæta grafarinnar. En þegar hún kemur eins og ég sagði áðan, þá var steinunu velt frá og hermennirnir flúnir og hún kemur að englum og bara sér tvo engla hann inni, áttar sig ekki á þetta einhvern veginn, þetta eru englar og hún fer að kalla, hvar hafið þið lagt hann? Hvar hafið þið lagt hann? Hún er ekki að sjá eða upplifa hvað við þessu opinberunum það að Jesús er upprisinn, en kærleikur hennar var svo gríðarlega mikil til Jesú, hún átti allt honum að þakka. Hún var sennilega búið að grýta hana ef Jesú hefði ekki komið henni til bjargar. Og nú var sá sem að komið hafði henni til bjargar, nú var hann látinn. Og þarna er gröfin tóm, hvar hafið þið lagt hann? Hann var hennar skjól og hennar vernd og hann langaði svona borga fyrir sig ef eitthvað var. Og svo allt í hennu heyrir hún á bak við sig María. Og hún heldur að þetta sé graskasvörðurinn. Það var alltaf graskasvörður sem að sá að grafirnar væri í lagi og fór og hún snýr sig við og segir aftur, hvar hafið þið lagt hann? Hvar hefur þú lagt hann? Og þá segir hann aftur, María. Og þá allt í hennu opnast augu hennar og hún sér að þetta er Jesú. Gríðarleg gleði og hún ætlar að snerta hann í Jesú, ekki snerta mig, því ég á enn eftir að fara upp til Guðs föður og himnum, það er annar ríki sjáðu til, og ég á eftir að færa honum blóð mitt þar líka. Og þá má engin maður eiga hlut í mínu verki. Mitt hjálpræðisverk er algjörlega mitt og það gefið mönnunum. Þannig að hún fer tilbaka og bankar á dyrnar hjá lærisveinunum sem eru búin að fela sig inn í efri stofunni og þeir heyra banki og þeir eru eflaust hugsa býtu, eru Rómverjarnir að leita okkur núna? Eru farísearnir komnir núna með sína hermenn til að taka okkur fasta á? Þeir hafa örugglega hugsað margt, en þegar þeir opna hurðina þá er það María og hún segir við þá, hann er upprisinn. Hann er lifandi. Þið veitir menn, þeir voru mjög skeptískir. Þrátt fyrir það að Jesús er búinn að segja við þá, ég mun rísa upp á 3. degi og þetta var 3. dagurinn. Samt svona ofsalega skeptískir. Það voru 2 sem ákvaða að laupa gröfinni, Pétur og Jóhannes. Og það segir einhverja hluta vegna að þeir hlaupa gröfinni, en lærisveinninn sem að Jesús elskar, sem er Jóhannes, eitthvað yngri, hann hleypur fram úr Pétri og kemur fyrst að gröfinni. Pétur er örugglega sakbitinn, þessar hugsanir eru farnar að skjóta upp í huga hans, býtu nú við. Er hann kannski upprisinn? Er hann kannski upprisinn og hvað þá? Ég er búinn að svíkja hann minnst að kosti 3 sinnum. Og þannig að hlaupi hjá Pétri var kannski ekki eins máttugt og hjá þeim sem var viss það að hann er elskaður af Guði. Og þegar þeir koma að gröfinni þá sjá þeir að hún er tóm. Hann lítur inn í gröfinni, hann Jóhannes, fer ekki inn í hana. Pétur fer inn í hana og skoðar hana greinilega, kemur svo út aftur
Og þá segir ritningin að þegar Jóhannes leit inn í gröfuna, þá sá hann og trúði. Hann er eiginlega fyrsti lærisveinin sem að upplifir þetta fyrir utan Maríu. Hann er sannarlega upprisin og trúði og þeir fóru tilbaka og við þekkjum alveg söguna þegar Jesús kemur til þeirra. Hann hefði örugglega átt að dæma þá eða tala til þeirra vantrú þeirra og eitthvað annað. En það fyrsta sem hann gerir er að segja friður sé með yður. Og það er dálítið merkilegt að Jesús var með líkama sem þeir gátu þreifað á, komið við hendurnar á honum. Hann borðaði með þeim mat meira að segja, ekki á þessu augnablik en síðar. Líkami Jesú var þannig gerður, svipaður líkami eins og við eigum eftir að fá þegar við förum til himna. Hann gat gengið í gegnum veggi. Efni sem hann var með, eða búinn til úr á þessum tíma, það var sterkara eldur en allt annað efni sem við sjáum í kringum okkur. Það voru veggir eða járn eða steinar, höfðu ekkert áhrif á hana líkama. Samt gat hann borðað og drukkið. Þannig að það sem hann býður okkur á himnum er alveg stórkostlegu hlutur. Einhvern tímann las ég sögu að það var maður að ganga úti með hundinn sinn og hann kemur einhverju vatni, tekur spýtu eða svona trjágrein og hendir út á vatnið og hundurinn fer á eftir trjágreininni en gengur á vatninu og kallinn verður bara alveg undrandi. Hann kemur með spýtuna tilbaka og hann sem að segja, er ég að verða vitlaus? Hvað er í gangi hérna? Þannig að hann tekur spýtuna og hendir hann aftur út og hundurinn á eftir gengur á vatninu og kemur með spýtuna tilbaka og hann alveg bara, sá þetta einhver, eða er það bara ég? Þannig að hann fer heim, tala við nágranna sinn og segir við hann, getur þú komið með mér í fyrramálið í smá göngutúr? Lefar að sjá dálítið sérstakt. Daginn eftir eru þau mættir af vatninu og hann tekur upp spýtu og kastar henn út á vatnið og hundurinn gengur á vatninu, næri spýtuna og kemur hana tilbaka. Og hann segir vin sinn, heyrðu, tókstu eftir einhverju sérstöku? Tókstu ekki eftir einhverju sérstöku? Jú, ég tók eftir því. Hverju tókstu eftir? Hundurinn kann ekki að synda. Og þú veist, stundum er það þannig, lærisveinarnir hafa búið að segja við þá, upprisinn, og hann er á mitt á meðal og samt eru þeir orðnir vantrúaðir. Kraftaverki er þarna, en við erum átt svo upptekin af veruleikanum bara. Men hann kann ekki að synda, hann sá ekki kraftaverkið. Þannig að Jesús er hér í kvöld og það er bara tvennt sem er í huga mínum að hann vill að þú sjáir sig sem stærri og meiri heldur en nokk tíma fyrr. Hann vill að þú sjáir hann í ritningunni eins og aldrei fyrr. Ég talaði við þig að það væru 322 spádómar beint Jesú, en segjum svo að þú ert komin til himna og Pétur tekur á móti þér og kynnir þið fyrir einhverjum sem heitir Míka, spámaður, og Míka tekur í hendina á þér og segir, heyrðu, lastu ekki örugglega bókina mína? Og þú alveg, nei, ekki alveg. Og þá bankar Pétur í þau, þau eru að kynna það líka fyrir Óbadía og þú skrifaði þú líka bók. Og það sem ég er að segja með þessu að það skiptir rosa miklu máli fyrir okkur að vaksa, að lesa í ritningunni. Það eru 39 bækur í Gamla testamentinu, 66 bækur alls, og þær tala allar Jesú, alveg frá upphafi til enda. Abraham, Móse, Davíð konungur, hann talaði til dæmis það hvernig krossfestingin færi fram. Hann myndi deyja á krossi, nákvæmlega hvernig hendur hans og fætur voru gegnum snunglar. Þetta er 1000 árum áður en Jesú fæðist. Þennan sama sunnudag og Jesú er upprisinn, þá eru 2 menn á gangi frá Jerúsalem, lærisveinar Jesú, þeir eru á gangi frá Jerúsalem til Emmaus sem er cirka 10 kilometra ganga. Og þeir eru bara þvílíkt að tala saman það hvað gerðist. Krossfestingin og bara við höfum átt vona að hann myndi verða konungur gyðingana og þar fram undir götum og Jesús slæst í för með þeim. Þeir átta sig ekki á því að hann er upprisinn og sennilega hefur Guð blindað augu þeirra á einhvern hátt. Þannig að hann segir hvað er að tala og þeir segja, heyrðu, hefur ekki heyrt tíðindin? Þeir krossfestu Jesú sem við vorum að vonast til að yrði konungur gyðinga. Svo hann lappar með þeim þessa 10 kílómetra og hann fór með þeim alveg frá fyrstu Mósebók
til Malaki sem síðasta bókin í Gamla testamentinu og útskýrði fyrir þeim í gegnum ritninguna að Jesús átti að deyja og líða á krossi og rísa upp frá dauðum. Og þegar þeir koma til Emmaus þá eru þeir mjög spenntir og hjartaði þeim alveg brann sko, bara þvílík vitneskja. Þannig að hann upprisinn. Svo þegar Jesús ætlar að halda áfram að þeir biðja hann að setjast niður með sér, eru komnir í heimahús og vilja sem sagt borða sér með sér máltíð. Það farið að dimma úti. Þannig að Jesús sest niður með þeim og leið og hann brýtur brauðið, þá opnast augu þeirra. Þeir sjá Jesú, en þá hvarfa þeim sjónum og sagan segir okkur mjög skýrt að Jesús þráir að við sjáum hann í orðinu, að við sjáum hann í ritningunni. Jesús vil gefa okkur alls konar upplifanir og í gegnum mín ári í Guðsríkinu þá er ég búinn að fá upplifa, bara ég get verið hérna í allt kvöld og alla nótt að segja ykkur opinberanir, hlutir sem ég fengið að upplifa þegar Guð talaði til mín uppátt og þar fram eftir götunum englasýnir eða hvað það nú er. En það sem stendur upp úr, reynsla, hún hverfur dálítið með tímanum. En orðið þegar það kemur inn í okkur, þá vex það eins og tré og við verðum sannfærðari og samfærðari og vissari okkar trú það sem Guð er að gera. Mér datt í hug bara áður ég kom hingað að ef að þú myndir skyndilega bara fara og það tæki engill á móti þér og þú væri komin hérna í hitt ríki, þá myndi hann labba með inn í kvikmynda og svo segja, heyrðu, sestu nú hérna niður og slakaði bara á. Nú einn í þessu stóra kvikmyndahúsi, svo opnast myndskjárinn og þá farið að sjá líf þitt. Þú varst að plata þarna, þú fættist inn í heiminn, alla þína röngu hugsanir, allt það neikvæða sem þú hefur gert eða gengið í gegnum, eitthvað sem þú áttir að gera en gerðir ekki eða gerðir sem þú áttir ekki að gera og svo heldur myndin áfram að þangað til kemur fram á síðasta dag. Svo kemur engillinn inn þegar myndin er búin og segir, slakaðu nú bara áfram á því að þetta er fínt sko, það er fullt af fólki hérna fyrir utan, vinir þínir og allir sem þú hefur gengið með í gegnum árin og lífið og við ætlum að bjóða þeim að koma hérna inn og horfa á þetta með þér aftur. Og ég sem sér, ekki myndi ég vilja vera í sporum þessa manns, hann og ýmislegt sem að hér hefur farið sem ég vil ekki að neitt hugsa eða sjái. En nákvæmlega þetta, Jesús kom til að taka þetta í burtu. Hann er búinn að fyrirgefa þig þegar hann var á krossinum og sagði það er fullkomnað. Þannig að konungur lífsins, konungur konungana, konungur sem alltaf hefur verið til og verður alltaf til, kom til jarðarinnar sem lítið barn til þess að afgreiða þessa hluti og líka til að deyja þínum dauða. Þannig að þegar þú tekur á móti Jesú inn í líf þitt og segir góði Guð, bara takk fyrir gjöfuna sem er Jesú og ég vil þiggja þessa endurfæðingu að fæðast upp á nýtt í þitt ríki. Og ég ætla að ljúka með því þegar Nikodémus kemur til Jesús í 3. kaflanum í Jóhannes Guðspjalli og fer að tala við hann, býtu, hvernig get ég komist inn í Guðsríkið? Hann var farisei, hann fræðumaður í hópi fariseana og hann var búinn að sjá örugglega kraftaverkin, heyra Jesú tala, segja hann var áður en Abraham var og hann hefði talað við Abraham og bara hann var búinn að upplifa sjálfsagt mikla hluti og hvernig get ég komist inn í Guðsríkið? Hann kom til hans á nóttu af því að mátti ekki spyrjast út að þessi mikli og fræðimaður væri að tala við Jesús svona opinskátt einhverja hluti. Hann er svona óbeint að samþykja það að Jesús er Guð. Hann er konungur konungana. Og Jesús fer að tala við hann og segir við hann, þér ber að endurfæðast Nikodémus. Og þá segir Nikodémus, endurfæðast, hvað meinarðu? Að fara aftur inn í kvið móður minnar og fæðast upp á nýtt. Jesús líkir því svo sama við að fæðast inn í þessa veröld, að fæðast inn í sitt ríki. Þá segir hann, nei, þú er að fæðast fyrir anda minn og orð. Þannig að meðtaka þetta, þá gerist eitthvað í lífið þínu. Og hann segir við Nikodémus, hvernig má það vera þegar ég tala við þig jarneska hluti að þú munt þá skilja himneska hluti líka. Þannig að Jesús talaði jarneska hluti og himneska hluti. Þannig að svo segir hann þessa frægu setningu, því að svo elskaði Guð heiminn allan, hann sendi son sinn til þess að ég gæti eignast eilíft líf og þú getur eignast eilíft líf og enginn gæti glatast. Það er hægt að glatast, kæru vinir. Það er hægt að fara á misvita því að okkur er gefið val að velja. Guð þvingar engan inn í Guðsríkið. Hann sér að maðurinn er dauðlegur, hann er búinn að brjóta af sér. Það hefur fylgt manninum alveg frá því í upphafi þegar Adam og Eva
brutu lögmálið og syndin og dauðin komin í heiminn. Þau hefur fyllt allar götur, við finnum það í hjarta okkar að við erum ekki fullkomin, við erum mannleg, við munum deyja og sumir hugsa rosalega mikið þetta, rétt áður þeir deyja, þeir lenda í slysum eða einhverju, þá fara menn að hugsa. En Guð þráir að grípa inn í líf okkar áður en þetta allt gerist. Hann þráir að grípa inn í lífið þitt núna. Þannig að ef að þú ert á þeim stað að þú þekkir ekki Jesú í þínu hjarta, hefur aldrei sagt við hann, komdu inn í líf mitt Jesú, ég vil vera barnið þitt, ég vil fylgja þér. Það sem við eigum að gera þegar við fermumst, þá segjum við þetta, ég vil gera hann að leiðtoga og frelsara lífsmins. Ég man þegar ég sagði þessa setningu, já, á þessum tíma, það var ekki mynd frá hjartanu. Það var bara, heyrðu pappa og mamma þegar ég sagði já, eða ef svo sungnir einhverju sálmar og mátt að fara með eitthvað vers, það var ekki, þó að væri nist í mér vegna þeirra bæna sem mamma hafði kennt mér, þá var ekki fyrir 17 ára gamall, skiptinum í Bandaríkjunum, að ég fekk að upplifa það að Guð er raunverulegur. Á þann hátt að ég hef aldrei getað farið frá honum. Aldrei. Ég hef klikkað, ég hef brotið að mér, ég hef gengið í ógöngur, ég hef valið vitlausa leið. En það er alltaf hönd til að reisa mig upp. Alltaf. Alltaf, alveg sama hvar ég er. Þannig að mér langar núna að við bara lokum augum og ef að þú hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi sem þínum persónulega frelsara og játað hann sem konungu þínu lífi, þá vil ég gefa þér tækifæri. Þetta er tækifæri lífsins. Ég er ekki að neyða þig, ekki að biðja að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera, en þú finnur að það er bank í þínu hjarta. Þú veist, Guð kann að banka á hjartað okkar og það er bank. Við finnum bara, já, þetta er eitthvað sem ég vil. Þetta er eitthvað sem ég vil. Hugsum aðeins núna. Drottinn Jesús, ég veit að þú ert hérna hjá okkur, andið þinn og englar, drottinn minn. Ég bið að banka á hjarta allra þeirra sem ekki þekkja þig hér í kvöld. Og ég bið þess, drottinn, að allir sem hér eru í kvöld megi sjá þig stærri og meiri eftir þetta kvöld, drottinn minn. Þráum að þjóna þér, við þráum að sjá meira þér, drottinn. Ég biði bara að blessa hvern og einn sem hér er inni. Í Jesú nafni, við skulum rísa á fætur. Ræðumaðurinn hérna áðan frá Færeyjum, hann vill biðja fyrir fólki, þannig að þeir sem eru sjúkir og þurfa á því að halda, þá biðja ykkur að koma hérna fram og biðja þennan færeyska predikar að koma og læknir að biðja og líka þeir sem vilja taka móti Jesú Kristi inn í sitt hjarta. Þá vil ég biðja að koma og standa hérna með mér. Gjörðu þið svo vel. Þannig að við ljúkum stundinu svona formlega, en við biðjum þeim að koma fram og fá fyrirbæn og ef þú vilt taka móti Jesú, gera hann að frelsara í þínu lífi, þá hvetið þið til að koma hérna. Guð blessi þig og varveiti og gefi þér stórkostlega viku framundan. En endilega komið hérna fram, verið ófeimin og við ætlum að biðja með ykkur. Það eignast lífið í Guði í Jesú nafni.